Þú ert að hlusta á síðari krónikubók úr Biblíunni heilagri ritningu. Lesari er Ragnheiður Steindórsdóttir. Síðari krónikubók er hluti af Gamla testamentinu. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Síðari krónikubók, fyrsti kafli. Salómon, sonur Davíðs, reyndist máttugur í konungdómi sínum. Drottinn Guð hans var með honum og gerði hann mjög voldugan. Salómon gaf öllum Ísrael fyrirmæli, foringjum 1000 og 100 manna liða og höfðingjum alls Ísraels og höfðingjum ættanna. Því næst hélt Salómon og allur söfnuðurinn með honum til fórnarhæðarinnar í Gíbeon, því að þar var opinberunar tjald Guðs sem Móse þjónn drottins hafði gert í eyðimörkinni. Davíð hafði flutt örk Guðs frá Kirjat Jearim á þann stað sem hann hafði búið henni. Hann hafði látið reisa tjald fyrir hana í Jerúsalem. Altarið sem Besaleel Úrisson Húrssonar hafði gert stóð þar frammi fyrir bústað drottins og Salómon og söfnuðurinn leituðu þar úrskurðar drottins. Salómon steig upp að eiraltarinu sem var frammi fyrir drottni við opinberunartjaldið og færði á því 1000 brennifórnir. Þessa nótt birtist drottinn Salómon og sagði: Segðu hvað þú vilt að ég gefi þér. Salómon svaraði Guði: Þú hefur sýnt Davíð föður mínum mikla náð og gert mig að konungi í hans stað. Drottinn Guð, uppfylltu nú heitið sem þú gafst Davíð föður mínum, þar sem þú hefur gert mig að konungi yfir þjóð sem jafn fjölmenn og ríkkorn jarðar mörg. Gef mér nú visku og þekkingu, svo að ég viti hvernig ég á að koma fram við þessa þjóð. Því að hver gæti annars stjórna þessari voldugu þjóð þinni? Guð svaraði Salómon: Vegna þess að þetta þér efst í huga og þú baðst ekki auð, eignir, vegsemd eða dauða fjandmanna þinna, heldur visku og þekkingu til þess að geta stjórnað þjóð minni, sem ég hef gert þig að konungi yfir, verður þér gefin viska og þekking. En ég gef þér einnig Sample complete. Ready to continue?